Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum að þessu sinni hérna upp í menningarhúsinu Bergi á Dalvík og næst þá ætlum við að tala við hana Miriam sem ferðaþjónustubóndi hér á svæðinu. Já, velkomin. Þú komst frá Þýskalandi hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan. Akkurat, það fyrsta skipti 96 var egentlig bara turist á leiðinni til Kanada. Já. Og komst aldrei lengra enn í Svarfaðardal. Og stoppaðir þar? Já. En hvers vegna komstu í Svarfaðardal? Okkur fannst svo, ég var með fyrirverandi minn á ferðinni. Hann gat ekki flogið, hann var lofthrættur. Og svo þurftum við að stoppa á Íslandi á leiðinni til Kanada. Og okkur fannst svo óbúslega fallegt að við fórum að ferðast. 96 var aðeins dýrara fyrir okkur, Evrópumenn. Og þarna var penningar voru bara 1, 2 og 3 farnir. Og þá þurftum við að sækja okkur vinnur. Og það var bóndabæ í Svarfaðardal. Já, sóttuðu vinnu. Já. Þannig að sökum peningaleysis þá enduðu í Svarfaðardal. Já, og lærði svo, ég stórborgarbarn, ég lærði þarna að mjólka kýr og virða bændafólk bara rosalega, bara takk fyrir. Já. Þetta svakalega vinnu og þetta var æðislegt reynslu, en ég fann líka, maður verður kannski að vera fættur til þess. Að fæðast inn í umhverfið? Já, en Svarfaðardal svo fallegur og ég bara, var ástfangun. En þetta mjög heillandi saga. Þú kemur úr Berlín, þessari stóru borg eins og þú segir, á leiðin til Kanada og endar óvart í Svarfaðardal og ert núna búin að byggja upp ferðaþjónustu þar. Já, bara, ég keypti bóndabæ það sem var virkilega ennþá bóndabær og þá breyti ég smá saman allt saman í gistihús. Byrjaði fyrst með lítið íbúð sem ennþá til og breyti íbúðarhúsi bara í falleg hús og bara svo kom fjós og hlöðu og við erum í rauninni ennþá í þróun. Ég tók aldrei neitt lán, ég svolítið Þjóðverji og vann bara stundum ennþá sem bóndi einhvers stað og ég fór tilbaka til Mið-Evrópu. Ég úr ferðaþjónustu og gat alltaf fengið mér vinnu þar og gerði það stundum. Ég var kallaði svona farfugl, ég fór kannski yfir veturtíma heim í hinn heim og vann svo í Suður-Evrópu og kom svo tilbaka og breyti svo á skeið og byrjaði með gistihús 2000-2001, eitthvað svoleiðis. Og nú ertu búin að vera þar þá í 13 ár? Já, 14 ár núna í maí. Og segðu okkur frá ferðaþjónustinu, hvað þú ert að gera nú ýmislegt? Já, ég sem sagt vildi bara byrja smá, bara leigja út íbúð og fá fyrir kostnaðu þarna, það var hugmynd fyrst. En svo fannst mér þetta svo æðislegt og mér finnst það æðislegur staður. Ég alveg ástfangen. Ég segi alltaf við maðurinn minn, ef þú ætla að fara annar stað, svo verðum við að skilja. Já. og hann tók þetta vel og að hjálpa mér og hann reddi mér lítið putta og ég tók alla hendina. Og hann flutt líka með mig þangað. Við erum með fjölskyldu það og hann hjálpa mér rosalega mikið að breyta og ég komi með sín eigin hugmyndir og svo þetta orðin svona heilt núna og stefnan bara að hafa ekki neitt luxus, ekki stækka en bara vera svona eins og Þetta sko aðstaða fyrir hópa, minihópa, segi ég alltaf, minigroups. Svona upp til 14-16 sem í einfalda en fallega aðstaða. Það kojuherbergi og menn að gista í 3 hæða koju. Svo 1 tveggjamanna herbergi og 1 herbergi fyrir farastjóri og svo auka íbúð fyrir 4 til 6 menn og fólk geta valið bara að vera í svefnpokaplass, mjög einfalt, eða fá uppbúin rúm líka og fá mat með. Oftast bókað svona bed and breakfast en það líka gjarnan bókað bara ekki neitt, bara self-catering og fólk hugsa sjálf þig. Þannig að það frá lítið ættamót með svefnpoka og tjaldstæði úti og alls konar fólk út allt. Eða bara fáimenn sem bóka allt saman, það gjarna núna í skíðatíma. Við fáum núna byrjun fjallaskíðatíma. Fáum fólk skíðahópa sem vilja frekka fá allt. Það fullþjónustu í gangi þá. Því að þau nota daginn og snjórinn og allan daginn að renna sig. En fyrir þá sem að tilþekkja í Svarfaðardal, getur staðsett fyrir okkur hvað þetta í Svarfaðardal og hvað heitir bærinn? Skeið heitir bærinn. Alveg inn í Svarfaðardal, í botni Svarfaðardals.
ef þú keyrir frá Dalvík svona 20 mínútur myndi ég segja, þá erum við bara vinstri megin eða sunnan megin við Svarfaðardalsár og síðasti bær þar. Já. En á aðalveginn eru ennþá fleiri bær. Og ég horfa upp á Hnjótafjall á Heilardalsheiði. Og fyrir þig, svona sko, komandi ekki frá Íslandi og fyrir þá túrista sem eru að koma til þín, er þetta sem að fólk svolítið sækja í þessi róleita, væntanlega kolsvartarna á kvöldin í veturtíman? Já. Er þetta það sem túristar eru að sækja í dag, bara svona kyrrð og ekki neitt? Það markhópurinn minn allavega. Ég held það líka fólk til sem sækja allt öðruvísi, en ég ekki að sækja í það og fólk að sækja ekki í mig. Og staðsetturinn mjög spes. Fyrst þegar ég byrjaði, nágrannar mína voru bara, ekki alltaf læg með henni. Þau voru ekki að sýna þetta svona, en ég veit að þau voru svolítið að hugsa, hún örugglega bara eitthvað skrítið. En svo voru alltaf allir að hjálpa og það svo jákvætt á Íslandi. Maður má pröfa bara allt og leið eitthvað að ganga, þá fólk líka mjög jákvætt og það enginn í rauninni sem myndi stoppa mann af einhvern veginn, það bara allt hægt. Ertu að fá bæði innlenda og erlenda ferðamenn? Já. Meira? Í rauninni meira útlendinga. Já. Íslendingar koma svona að halda lítið aftamót og sumir að koma að tjalda og svona eða ef það einhvern skíðamót til dæmis, þá koma þau sem vilja ekki vera inn í allt. Já. Þannig að þau vilja frekar sækja einmitt ró og kyrrð. Já. Og hvað segja útlendingarnir? Eru þeir ekki... Já. Þau elska þetta. Þau gera það? Já, einmitt. Og ég fæ fólk aftur og aftur. Þetta mitt markhópur. Ég að sjá það að ég fæ þetta fólk sem eins og ég mjög hrifin af staðsetningu. Og það oftast fólk sem vil koma 2, 3, 4 skipti, jafnvel bara alltaf aftur og aftur. Og finnst þetta miðast við einhvern ákveðin aldur eða ákveðna þjóðir? Eða? Ísland náttúrulega ekki útgjert, þannig að það yfirleitt þannig að það byrja svona frá 35 og upp. En svo líka meira og meira ungt fólk og það hefur kannski gerst eftir krísu að það var ódýrara aðeins og þá kom þetta meira í tísku líka fyrir fólk sem bara að tjalda. Svo líka alls konar til eins og couchsurfa og svona. Já. Þannig að menn pröfa bara og ekki neitt að bóka með fyrirvara og það líka skemmtilegt að fá svoleiðis fólk og ég sko auðvitað ætla maður að lífa af þessu og að reyna að vera businessmaður. Ég það reynda ekki svo, ég hef bara gaman af þessu. En jú, ég ekki í neinu öðru vinnu. Maðurinn minn sjúkraþjálfari og ég að reyna að lífa af þessu og það gengur nokkuð vel og kannski líka út af þessu ég byggði smá saman upp, tók ekki lán og það gengur upp. Og þetta öðruvísi ferðaþjónusta heldur en á boði mörgum öðrum stöðum í álandi. Já. Og ýmislegt annað, ekki? Já, ég að halda viðbjörn. Þekktasta kannski jólamarkaður á Skeiði. Það orðin sko þekkt fyrir fólk og fólk kemur aftur og aftur og segja alltaf jólin byrja ekki fyrir ég var komin á jólamarkað á Skeiði. Og rosalega skemmtilegt, það kemur handverksfólk og að selja og ég að baka stollen, þýsk stollen og að selja það og það svona huggulegt og óbúslega flott að koma þarna sérstaklega af það snjó og það oft sem betur fyrir snjó. Og kertaljós úti og inni og mjög skemmtilegt. Svo líka með sýningar, stundum bara ljósmyndasýningar eða bara eitthvað allt annars. Einu sinni vorum við með ullanámskeið og það var konan hér frá svæðinni, hún Lilja, hún Kristín Ingibjörgsdóttir. Ég held hún heiti það, Ingibjörgsdóttir. Ingibjörgsdóttir, takk. Já, hún kallað Lilla. Og hún þæfingakonur. Og hún heit námskeið og ég sagði við hana þetta svo fallegt það sem þú ert að gera og við skulum bara halda á eftir sýning og við gerum það og það var mjög breytilegt og síðan þá hef ég alltaf verið með einhvern sýning í gangi og allt annars til dæmis var líka skeiðslöp. Ég reyna að vera hlaupari, tekst ekki alltaf en ég tók þátt í náttúrulöp og hugsaði hjá mér þetta eitthvað sem ég geti gert líka á skeiði og það 13 km skeiðslöp sem hægt að panta núna sem hóp, sem pakka og fólk að hlaupa 13 km og við tekum skeiðtíma náttúrulega með skeiðskóla. Og þá kemur fólk á eftir í fjós til okkur, fjósið sem við vorum búin að breyta í aðstæða.
og fæ sér fínasta fiskisúpa með fisk sem hér úr Eyjafirði. Það svona áherslu að bara hafa allt á svæðinu og bara nota krydd sem við erum að rækta sjálf og fjallagröð sem við erum tína og allt svona. Og það mjög spes stemning og svo það kannski ekki luxushótel, þá þetta svo spes að fólk skynja það sem luxus líka. Það lopapeysustemning, segir ég alltaf. Og þú mátt leggja bara fætuna á borð þess vegna. En hérna, það spes og þú situr þarna og við vorum búin að breyta vegginn þannig að það risastór gluggan inn í botni Svarfaðardals upp á Heiljarðarsheiði og stundum getur maður bara sest með tebolla eða kaffibolla allan daginn og horfa bara út og fyrir svona í hugleiðslu og ég elska það. Já, fullkomið stað til að slaka á. Dásamlegt, takk fyrir komuna til okkar. Gangi bara rosalega vel áframhaldið með starfseminni á Skeiði. Takk fyrir að bjóða mér. Við ætlum að halda fram eftir smástund og þá ætlum við að fræðast aðeins um skíðasvæði hérna á Dalvík. Böggvastaðafjall og líka, hvað ætlaði að segja? Icelandic Winter Games sem inn á Akureyri.